En sko, nú vil ég bara tala um þetta sem businessmanneskja. Ríkiskassin ekki að borga allar þessar bætur eins og láti líta út fyrir. Ég vil leiðrétta það hér. Þeir sem eru hærri, við erum að tala um þeir sem fá 180.000 gætu jafnvel verið að fá frá lífeyrissjóði sínu líka. Þetta ekki bara allt til þetta 2.900 öryrkjar sem fá ekki krónu meir en 150.000 til að lifa. Og ég vil benda það, næsti hópur sem 6.000 öryrkjar eru að fá minna en 200.000. Og ég vil ekki nefna börn, því að ef það eru barnameðlaug eða barnabætur, þá fer það til að borga fyrir börnin að eiga börn og gefa þeim að borða. Þannig að ég vil ekki taka það með. Þetta tæplega 10.000 öryrkjar eru í hungur, eða ef við bara setjum þetta niður, augljóslega þessi stóri hópur sem fær ekki krónu meira, þeir sem fá 200.000 fá aldrei meira en 170 í vasan. Þannig að þetta 10.000 öryrkjar sem hafa í kringum 170.000 eða minna milli handana. Þá skulum við spá í það að öryrkjar eiga maka. Þannig að hluti þeirra í mesta lagi 55% sjá fyrir þeim. Þá erum við komin niður í þessa tölu 4.000–5.000 heimili. Og veistu það, nú erum við komin í 10.000 heimili sem eiga erfitt með að ná endur saman. Sem bara staðreynd. Við þurfum ekkert að halda það að þetta fólk eigi sjóði, því að ef það á sjóði, þá það króna á móti krónu sem Tryggingastofnun sér að stela fólki. Og hann Steingrímur á örugglega bankabók og Jóhanna líka, ef að þau leysa peningana sín út úr bankabók, þá mega þau eiga það. En ef öryrki í dag, eða ellilífeyrisþegi, þetta eru nýja reglur sem hafa verið innleidda núna á síðustu árum, þá komið aftan á þessu fólki seinna meira á skattframtöl, þau þurfa að borga tilbaka krónu á móti krónu. Og þetta nafni skerðingastofnun ríkisins, Tryggingastofnun, búin að breytast í þetta hjá þessu fólki. En þau hafa, það aldrei hlustað á þau. En þú semst að segja að þessi mikið fjöldi fólk sem býr við algjör neyð. Og ég á eftir, Egill, að tala félagsbótaþega. Já, við erum nú að gera það frekar. Þar eru 6.000 manns og þar, eins og við vorum að tala þar eru milli 2.000 og 3.000 bara fólki atvinnuleit. Þetta fólk fær útborgað ekki krónu meir en 130 niður í 118.000. Og það engin önnur framfærsla fyrir þetta fólk. Það gleymist alltaf þegar tölulega upplýsingar koma fram, eins og Pétur Blöndal og fleiri, að þá taka þau alltaf þetta konkrétt dæmi. Einsta móðir með 2 eða 3 börn. Þá fer framfærslan upp í 200–300.000. Ég vil bara taka okkur einstaklingana, þar á meðal mig. Ég þigg bætur, ég hef enga aðra möguleika, Egill, og ég kaus þetta ekki. Og mér óir fyrir öllu þessu fjármunum sem fara núna í bætur, bæði á sveitarfélögum og atvinnuleysisbætur, því að við erum komin upp í 70 milljarða. 70 milljarða atvinnuleysisbætur. Bara í atvinnuleysisbætur á 3 árum. Hefði ekki verið hægt að gera þetta eitthvað gáfulega ef eitthvað var við stjórnvöldin hér að meta hvað þessi hópar eru stórir og ef við hugsum bara stjórnvöld að loka augun fyrir því að fólk sveltur. Og ég vil tala að ég vil hvetja fólkið hér út allan bæ, út allt land, sem þarf að fá gefismat, að fara að koma og þiggja það. Þau þurfa ekki að vera í biðröð, ég ætla að segja eitthvað frá því á eftir. En nú erum við komið með svo stóra tölur af þar sem að það getur enginn boðið mér hérna í beina útsendingu, viðtal, og sagt við mig að ég sé að bulla. Við erum búin að fara í gegnum þetta, stóru hópana, hvað þau hafa milli handana, svo höfum við dregið frá ef ykkur önnur fyrirvinna á heimilinu, svo erum við búin að draga frá, ef ég að tala þessa hópa, ég hef þetta hérna í fátækraskýrslu, sem mjög góð skýrsla. Hún kom út núna í nóvember, unnin af Reykjavíkurborg, með sérfræðinga, presta, yfirmenn velferðarsviða, háskólamenntaðs fólks í félagsfræði og töluglöggt fólk, vann þessa rannsókn og hún birt. Hún á netinu og þú þarft að googla fátækraskýrsla. Þú finnur hana ekki annars. Hún ekki undir útgjöf efni eða einhverju þægilegu stað. Það þarf að googla þetta og þessi skýrsla sýnir okkur bara hvað það eru margir að svelta.
Þessi skýrsla kom fram í fjölmiðlum, eitthvað pínlítið brot af henni, þá var tekið eitt dæmi einstamóðir með 2-3 börn, hvað hún hafði það gott. Og svo alltaf leigubætur. Og leigubætur geta hækkað upp 18.000 pluss 30.000 fyrir einstaklinga. En gleymum því ekki að 70-80% þjóðina ekki í leiguhúsnæði og fær ekkert. En það náttúrulega málið að sko, og það svo sem ekki bara sýnilegt fyrir að fátækt fólk á sér fáa málsvara. Já. Og það ekki sýnilegt. Fátækt ósýnileg. Þeir eiga sér málsvara. Það eins og öryrkjabandalagi. Það 34 aðildafélög þar á bakvið. Já. Það sem hefur verið vandamál að þetta fátækt, svengd, hefur verið sko svo mikið þöggun og blekking að þetta sé bara einhverju nokkra hræður. Þetta fólk hefur ekki komist í fjölmiðla með málefni sín. Þau vilja tala. Stjórnvöld, það aldrei sko þegar við erum að tala um einhver málefni þá aldrei tala við fórnarlömbin. Það alltaf einhverju háskólamenntaðir fræðingar upp í háskóla sem kom ekki inn í fjölskylduhjálp eða mæðrastis eða þau hafa ekki einu sinni vita á því hvað að gerast þar. Þetta fólk látið rannsaka. Svo eins og við segjum, það búið að vera fátækrafundir, við borðum ekki falleg orð sem bara ágætt. En hvernig staðan hjá þér? Egill, þú horfir á mig hérna, ég manneskja sem hef verið í góðum stöðum, verið í góðum launum og með mikla sjálfsbjargarviðleitni. Ég hef verið að bjarga mér, ég hef verið svöng en ég hef nærst og geta reddað mér með mat. Ég þurfti, þegar ég var búin að fá smálán, því að ég fæ mína bætur eins og í fyrra, 123.000 mánuð að reka heimili mitt og börnin mín og bíli minn. 123.000 fæ ég og ekki krónu meira og svo fæ ég meðlag og svo hef ég fengið barnabætur eins og allir aðrir. Og með því hef ég getað borgað reikninga mína. Ég að borga trygginga, fasteignagjöld, þó að húsnæðislánu mitt sé í frystingu, þá þarf ég að borga allt hitt. Og ef ég borgi ekki allt hitt, þá ég komin á lánstraust. Þannig að ég var í fyrsta árið að vera í þessari skrýtnu stöðu að þurfa einhverju einustu mánaðamót að redda einhverjum peningum fyrir símareikninga eða hittareikninga eða eitthvað, þetta dugar ekki. Ég var með vísakort þegar ég lendi í þessari stöðu og þannig að einhverja smáskuld þar, 20 skall á mánuði eitthvað, 20.000 í það. Það 10.000 í tryggingar, 15.000 í tryggingar. Ég með 10.000 í rafmagn og hita, ég rek minnsta húsnæði sem hugsanlega Ég þarf að borga mat og það alveg augljóst síma og bara þessa reikninga þá var ég í mínus 80.000 hverju einustu mánaðamót. Bara með þetta. Og þú varst ekki að eyða og spenna? Ekki neitt. Ég fór ekki í klippingu í 2 ár, ég fór nýlega í klippingu og fekk mér strípur og að því ég hafði bara þráast við það að lifa þessu eins og öllum hinum boðið upp á. Ég bara svo heppin að því ég á góða vini sem hafa lánað mér peninga. Það ekki eins og ég fá þetta gefins. Þetta eru lán, en ég á líka, svona ég búin að redda mér, að því ég að passa heilsuna mína og passa börnin mín. Ég svo heppin að hafa góða vini og nána ættingja, en við erum að tala um fullt af fólki, sérstaklega öryrkja, sem eru veikir og hafa kvalir, finna til. Neti í kringu þá, þeir hafa kannski ekki verið á vinnumarkaði í nokkur ár. Þeir hafa ekkert net. Þeir hafa lítið af kunningum. Þeir hafa ekki, stórfjölskyldan löngu búin að gefa skítið á. Það svo leiðilegt og þreytandi að hlusta á manneski sem á bátt og finna til. Og hvað þá hún fátæk. Og það mórallinn í stórfjölskyldunum sem að ég hefur komið mest á óvart. Fólk látið afskipt, bæði veikir, og þetta bara svo sorglegt. Og ég þori alveg að segja þetta því þetta of algengt. Þeir látnir afskiptalausir og líka sérstaklega eldri borgarar. En þú stígur fram hérna til að segja, og þú hikkar ekki við að segja frá því að þú sést sjálf fátæk, en þú vilt vekja athygli okkar á því að þetta sé miklu stærra vandamál en fólk gerir sér grein fyrir. Við erum ekki byrjuð á heimilunum, skuldaþrælunum og það sem að þetta bara ótrúlega fyrirbæri að þetta skildi geta gerst, að það skuli stjórnvöld geta vaðið yfir okkur, heimili í landinu. Við vitum það öll að
ég held að sé alveg örugglega rétt, að 9.000 heimili voru með erlend lán. Svo megnið af þjóðinni með venjuleg lán með verðbólgu. Það sem gerist þarna rétt fyrir hrun er að bankarnir handstýra krónunni upp í þessa geðveiki með því að vera að reyna að halda bönkunum sínu lifandi eftir að búið að stela öllu steini léttara úr bönkunum. Þá handstýra þessu. Þegar við hrun þá er gengisvísitalan í hæstu hæðum og þetta er tvöfalt. Ríkisstjórnin, bæði þá og sem tók við, gerði sér alveg grein fyrir því hvað var í gangi. Þeir hefðu getað klippt vísitölunni í burtu, tekið verðbólguna. Þeir notuðu ekki tækifæri. Heldur er þetta sýn, og ég ætla bara að vera svolítið brött, ég ætla að segja það, þetta er meðvitað ákvörðun að láta millistéttina í landinu borga hrunið. Þetta er meðvituð ákvörðun, hún var tekin strax, því að ég hef rætt við alþingismenn sem að vita meira en flestir og þeir hafa bara sagt svona sakleysislega, og hver á þá að borga? Þegar ég hef rökrætt þetta, hvernig stendur á því að þessi lán hafi ekki verið leiðrétt? Bankarnir keyptu lánasafnið. Við verðum að fara að hætta þessu. Bankarnir keyptu lánasafnið. Á 50%. En þetta er sem sagt stór mál sem að þarf að ræða sig. Já, það er annað mál. Orsök og afleiðing, en þetta að við höfum hérna svona mikið af fólki sveltandi, það er alveg agalegt. Höfum við tíma til að ég kom inn á það að það er ekki biðraðir ef fólk þarf ekki að fara í biðraðir. Það þarf ekki að fara í biðraðir, segir þú? Nei, það getur komið eins og hjá fjölskylduhjálp, þá getur það komið eftir klukkan 10 á miðvikudegi, fengið miða, þar er starfsmaður og deilir miðunúmerum 1 og upp í 1100 eða 700 eða hvað sem að verða margir. Þannig að klukkan 2 þegar opnar, þá hefur þetta góða fólk, þá getur það komist inn með að fylgjast með númera, þetta er til 4:30, þannig að ef þú ert með hátt númer þá getur starfsmaður sagt sirka hvenær þú fer inn. Svo vil ég líka benda því að það vantar það er svo mikið af fólki sem kemst ekki út úr húsum, við má ekki gera því. Það má útbúa umboð og hafa þá öryrkjakortið sitt eða láglauna eða hvað sem að sína framfærsluna sína, má senda mannesku fyrir sig til að ná í mat. Og ég hvet alla að koma að ná í mat sem eigi ekki fyrir mat þegar þessi tala verður orðin rétt. Takk fyrir að koma í þáttinn, María. Takk hérlega.